ég þá hvað spyrja ChatGPT Já. einhvern markaðsherferð ég með stórt tippi? Já, einmitt, svo tók ég mynd og hún hefur ekki talað um mig síðan búin að blokka mig Sagði hann ekki ég get ekki greint úr þessu, hvað þetta? Já, okkur þetta að senda mér myndir á barnatippum hún sagðist ekki talað um mig Góðan daginn Hvað segir hann? Bara frábært en þú Herru, ég er með Davíð með mér eitthvað við erum bara tveir Já, við erum bara tveir í dag Já, bara two eins gott að það kom ekki brjótast í inn aftur eins og síðast Þú myndir deyja Ég í alvörunni, ég held ég hefði dáið síðast sko. Þú varst Ég sagði það þá og segi aftur, ég var ekki svona grínast Ég fekk náladófa út í fingurdóma sko. Fingurdóma Dóna Herru, á maður að fara úr skónum með það Já, fyrst við erum að láta að fara vel okkur þetta. Já, fyrst við erum tveir, við erum bara með fæturnar upp í öðrum stólum Hinnum stólum, þeirra stólum Það er hella, sko Já, þetta er bara cozy time Hvað er að frétta þér? Það er bara fínt Byrja að hlusta á nýtt podcast Þetta er hérna Úblubrjór? Já, mæli með Therapy for Black Girls Þetta er það seinasta sem ég bjóst Nei, ég er að grínast Ok, ég var bara wow. Það er satt til eitthvað podcast sem heitir Therapy for Black Girls og þetta var auglýst sem satt í auglýsingar í podcasti sem ég er actually að hlusta á Wow, hvað það kom mér á Oh my lord, þetta var hilarious Það er sko Be a strong black lady Já Kjálna mann hárleikingar og Já Hárkollunar Mælirðu með? Ég mæli með Shit, ok Veistu, þetta bara, þetta komur í svo opna skjöldu þetta, sko Shit, sko Greinilega, wow Oh my god Herru, veistu hvað gerðist? Sorry Hvað gerðist? Herru, sástu veistu, ég með það gerðist svolítið í Berlín núna daginn fyrir viku, ég man ekki hvað Múrin fjall Já Loksins Horfa endursýningu Já, frá 1990, 89 eða eitthvað 85 já Múrin er loksins fallið Já, ég veit Vissu það Nei, það var sko það voru mótmæli Ok í Berlín Já það var verið að mótmæla sko, það var svona, svona lesbíu pride svona ganga og það var verið að mótmæla þeim og lesbíum? Já, veistu hverju voru að mótmæla? Hommar? Nei, transfólk What? Já Mér fannst þetta svo skrítið þá Mér fannst þetta svo áhugavert það er enginn tala um þetta að allt í einu sko kannski eigum við ekki við höfum eitthvað skoðun út af því að við erum hvað segja þau, cis men já, við megum allavega ekki já, þú veist já, ég ætla ekki að segja nefnilega skoðun, já, ok en þeir voru þau voru að mótmæla að skilgreiningunni á lesbíu og það er lesbíur skilgrein sem konur sem eru hrifnar á öðrum konum ok sjá svip ég bara ok
svo þau voru að mótmæla þessu, alveg bara harðlega, og ég leið bara, horfði á þetta, ég leið, veitu, eru þið ekki í sama liði hérna? Ég held það. Veist, LBGQ starfræðin? Já. Hérna, já, pluss eitthvað. Já, mitt. En, veist, þetta fannst mér bara skrýta og það er enginn að tala um þetta. Mér fannst bara þetta hef ég ekki heyrt um. Nei, þetta var bara, veist, þetta var lítil mótmæli, en já. Mér fannst þetta bara svo athyglisvert. Hvert erum við komin? Nákvæmlega. Þú veist, seriously. Það eru allir að rífast í öllum. Já. Yfir, og hvað, það er svo mikið annað í gangi í heiminum. Alvarlegri hlutir, hefði ég haldið. Og það er allir eitthvað bara, hérna, veist, það er allir að rífast um kyn. Bara, herru, verið bara það sem þið eru. Já. Svo lengi sem eru hamingjusöm, það er bara geggjað. Og síðan var ég að hugsa út í, hérna, fólkið sem er alveg bara staðráði bara það eru 2 kyn. Og síðan eru hinir bara, nei, það er hérna 1000 kyn, whatever. Og þau eru að rífast. Maður er eitthvað, hvað? Hættið að rífast út af því að þetta er eins og að rífast við sko, hérna, trúan mann og trúleysingja. Já, og þetta er bara, þú veist fara í stríði yfir hvort þú vilja snúðiðin með karmelu eða súkkulaði. Já, þú veist, borðaðu bara fucking snúðiðin eins og þú vilt og láttu mig í friði. Glassúr hjá mér, sko. Nei, það er bara rangt. Nei. Það er klárlega rangt. Nei, það er glassúrin allan daginn. Nei. Súkkulaði? Já. Nei, það er glassúr. Ok. Fucking glemm þig. Já. Þetta er orðið sko svo brenglaður heimur allt í hennu núna. Já. Það eru stríð út um allt og síðan er fullt af öðrum stríðum sem er mjög mikið af fólki að deyja. Það er enginn að tala um það. Nei, ég veit það og það finnst mér einmitt svo fyndið. Ég þoli ekki, þú veist, það eru fréttir Gaza eða eitthvað svoleiðis. Það er náttúrulega bara önnur hver frétt, það er bara, maður kemst ekki undan að heyra frá því sem er bara, þú veist, ég er ekki að gagnrýna það, en bara já. Og þá kemur alltaf eitthvað sem kommentar, en hvað með Kongo? Og svo kemur einhver annar, fokk Kongo, hvað með íslensku börnin og Reyðarfirði sem að fann smygla í leikskólanum á, okkur er enginn að tala um það. Og þú veist, og svo bara heldur þetta bara áfram. Þú veist, það má alveg tala um það. Já. Búðu bara til, þú veist, einn vinur minn alltaf að synda Ermarsundi í sumar. Já. Og hérna dyrtar hérna geðheilbrigðismálum eitthvað svona. Já. Og hann er múin að gera þetta áður, synt hérna eitthvað svona fáránlegar, ég man ekki hvort að synti til Vestmannaeyja eða eitthvað svoleiðis til styrtar eitthvað málefni og alltaf þegar hann postar eitthvað svona TikTok og Facebook og eitthvað, það kemur alltaf eitthvað sem kommentar. Okkur ekki að synda fyrir einmitt, börnin í Azerbaijan eða eitthvað. Og hann svarar bara, fyndu þau sundskýlu og hoppað út í. Gerð þú það? Þú veist, já, ég er að synda fyrir þetta málefni, ég er að leggja eitthvað að mörkum fyrir málefni sem skiptir mig máli, farð þú og syndu sjálfur. Þú veist, ég bara þoli ekki svona. Líka, veist, þessi kommentakerfi. Það er guilty pleasure hjá mér, en oftast verði ég reiðari eftir að lesa þig. En ég bara, já, en ég kommenta aldrei sjálfur, en þú veist. Maður er búin að ég var eitthvað að horfa á eitthvað TikTok, eitthvað dæmi. Já. Og það var, hérna, eftir þetta Charlie Kirk dæmi og einhver var cancelled og það er allir bara að segja mér að drepa mig. Bara, og það, hvað? Einhver tíman hendum við út vídeói fyrir mörgum árum. Og hérna, þetta var svona, mér langaði að sjá, þetta hét Johnny Knoxville Lookalike skrifuðum og þetta fór yfir 200.000 mann sem horfði á þetta og ég var bara skrollaði í kommentgref og það var annarkvort bara geggjað eða það bara drefti þig ekki var ég bara ég þarf að drepa mig maður eitthvað bara ok, þetta er þín skoðun moving on og þetta er þegar fólk tekur þessu nærri sér bara veist, einhver sem þú þekkir ekki er að kommenta á þig so be it, he's an asshole ef þú veist hver þú ert og ert ánæður og gerir það sem þú ert að gera það bara skiptir engin kommentmáli hvað einhver lyklaborðsriddari í öðru landi sem aldrei hefur séð þig áður hefur á skoðun á þig gott dæmi hvað heitir hann hérna, sem gerir hérna Óla Prík gaurina hérna teikningin
Hérna íslenski, hérna með Já, Hugi heitir hann ekki Hugi? Dagsson Já, Jú, þegar hann var að byrja allir bara, veist, já, listamæður þetta er bara Óli Brík hérna já, einmitt sjá hann núna, allir bara geggja Já. fyndið Það er ekki það sem skiptir máli, það er djókið sem hann er að Já. gera með þessu eða ádeilan eða eitthvað ef ég væri að gera alltaf Óla Brík málverk bara og það gerir mig hamingju saman Já, og allir aðrir bara 5 ára dóttir mín getur gert þetta já, einmitt þetta er ekki flá skiptir það máli? Nei, Nei, það skiptir engu máli alls ekki bara, þetta er svo galið Já, ég veit það, veistu ég bara með allt sem er að gangi í heimilunum í dag hvernig fólk er að haga sér þú veist, öll þessi stríð hvað er að fucking gerast í Bandaríkjanum við gætum haldið sko 50 þáttar seríu bara hvað er að gerast þar í dag já. Þú veist, ég er bara í alvöruna búin að hugsa þú veist, dóu allir í COVID og við erum bara í purgatóri Já, þú veist, heimurinn er svo óraunverulegur Já. miðað við hvernig hann var bara fyrir 5 ára síðan það er bara eftir COVID allir voru einhvern veginn heima Já. og var fullt af líka það þegar hérna heimilisóðbeldi hækkuðu svona mikið maður eitthvað bara wow, bara hvernig er ekki hægt að vera með manneskjunni sinni að, veist, heima hafa kósí, þægindi og gott og allir saman nei, ég ætla að drekka og berja þig bara hversu mikill asshole getur þú verið Akkurat, og varst greinilega allan tíma bara, þú veist, þráðurinn var bara svona stuttur skilur en þú er bara að bæla þetta niður í einhvern veginn já, við erum með börn við erum sama, hann er að reyna að bæta sig walk away ég ætla ekki að fara út í alveg eitthvað svona þetta er kontroversiál líka ég líka alveg bara svona það verður alveg reyður á sumum hlutum þegar fólk er assholes já, klárlega, og nóg til af þeim og þeim fer ekkert fækandi sko nei, ég veit það ég ætla að gera segway í það sem við ætlum að tala en ég bara, það kom blank ég ætla að gera segway yfir í, veist, það sem vantar er góð markasetning á það á heimilisofbeldi sem var ég alveg það er vandamálið, PR fyrir heimilisofbeldi er ekki nógu gott ég ætla að segja, sem var ég bara nei, fuck, ég get ekki sagt það maður við erum ekki hlægja á ofbeldinu heldur vittlisin í mér já, en ef ykkur semt hefði getað ég myndi að skrifa þetta, hvað heitir hann hétan, eitthvað Bernard sem að var svona PR genius hvað ger hann? Þú veist, hann til dæmis hérna, hann var uppið þú veist að allir reyktu eða þú veist, allir kallar allavega reyktu og hann fór til, eða þú veist, hvort eitthvað tóbaksfyrirtækin komið til hans og bara við þurfum að auglýsa þetta betur og hann alveg á, hérna, hvað sem eru prósent af þjóðinni reykir, 50% ok, þannig að það eru bara kallar sem reykja þannig að hann fór að markasetja sígarettur fyrir konur og það var fyrir konur að reykja líka og þú veist, á allt innu 40% af konum fyrir að reykja og tóbaksfyrirtækin bara skriljónföldu hagnaðin sinn og þetta er svona svoleiðis gaur sko já, svona Bernard Shaw minni mig, nei mass murder já, í rauninni en ég veit tæknilega nei, hann hétt eitthvað Bernard, ég man ekki hvað hann hétt en hann allavega var svona PR-snillingur og gerði fullt af öðru svona fleiri sem að, þú veist ekki beint kannski hotlustu vörurnar sem hann var að auglýsa en já hann hefði getið gert heimilisofbeldi mjög vinsælt já, vissu það hvað ertu með þér? Hvað fannstu af lélugustu markasetningarnar? Sko, hérna, því þær eru helviti þær eru margar og margar sem hafa bara valdið dauða fólks náttúrulega og þú veist miljardum í tapi og þú veist sett fyrirtæki á hausinn en já, ég ætla að byrja á hérna Pepsi Number Fever í Philipsheim já, ég var ekki með þetta skrifað en þú hefur heyrt um þetta? Ég hef heyrt um þetta What a clusterfuck Já, það var reyndar held ég ekki markasetningin sjálf kannski en það var bara fór eitthvað úrskeiðis í versmiðjunni þannig að var ekki eitthvað tapparnir jú, það var sem sagt hérna
Það var sem sagt lottóherferð, það sem svona vinningstala sem gaf $1 million verðlaun í Filippseyjum sem, já, þetta var 92 þannig að $1 million í Filippseyjum var ansi mikið sko. En það sem að það var svona eitt númer sem að einhver heppinn finnur tappan með númerinu að hann myndi vinna sem sagt þessa $1 million. Já. Nema það að það voru fleiri hundruðir þúsunda miða sem voru, eða verðist þú tappa, prentaðir með sama númerinu og Pepsi náttúrulega neitaði að greiða hundruðum þúsunda manns milljón á mann Oh my god. og þannig að það bara fór allt í fokk og það voru meirinn 30 mann sem létu lífið í sprengjuárásum og alls konar átökum og eitthvað sem tengdust þessu klúðri sem sagt Come on. 30 mann stóð af því að einhver fokkaði upp í prentsmiðunni Sko, þetta var í svo 100% ég. Já. Þannig að prenta hérna á einn. Já. Einn og síðan allt í einu líta við og íta nullin á alla tappana. Nákvæmlega. Vanta glerugun. Akkurat. Hvernig myndir líða? Ef þú væri bara, já, hérna 30 mann stóð þessu. Hvað væri alveg heimahali? Já, voru fyrir 1000 sem slösuðust og þú veist, margir mistu vinnuna og þú veist, allt í cluster sko. Ég með Blockbuster hafnaði Netflix. Já, alveg rétt. Þegar þeir ætluðu einhvern veginn bara að sko kaupa Netflix. Já. Fyrir aðeins $50. Nei, $50. Já, ég hef nú ekki sagt já við því sko. Já, $50 milljónir. Það var þegar Netflix var ennþá að senda geisladiska í pósti, var það ekki? Já, DFT-myndir og það var eitthvað svona. Og Blockbuster alveg umulegt business model. Já, og síðan fólk að skili sig og eitthvað svo. Var þetta ekki einhvern tímann að það voru brendi diskar en þú varst búin að horfa á það á X mikið þá voru þau ónýtir, það ekki, myndir. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, ég er ekki með þetta, en ég man eftir að hafa heyrt þetta. Hvort þú þurftir að senda það tilbaka eða hvað, ég man það ekki. Já, en síðan alltaf bara nokkrum árum setna þá hvarf Blockbusterinn og vídeoleigurnar. Og það er galið þegar maður er útskýrið þetta fyrir börnunum að já, við fórum út í sjoppu að leita af mynd og síðan fórum við heim og horfðum á myndin Akkurat. það bara, Nákvæmlega. Og ef þú komst á seint og ætlar að fá nýjustu myndina á föstudagskvöldi þá bara, nei, hún er ekki til. Það ættir bara að fara inn okkar aðra mynd sem þið langaði ekki að það kemur kannski á eftir, já, setjum að biðlista. Já, hringdi í mig og kem ég aftur. Já, síðan fór maður heim og beið og aldrei gerð. Það er galin pæling. Ég veit það. En náttúrulega nostalgía, ef það myndi koma út núna allir bara, nostalgían hérna, við skulum leigja henni myndi sér bara, fuck that shit. Þetta myndi lifa í svona 3 mánuði sko. Það væri gaman fyrst og svo bara allir á leigu. Af hverju er ég að þessu? Undan þessu var náttúrulega hérna var fást þegar maður þurfti að spóla tilbaka. Maður fekk sekt þegar maður spólaði ekki tilbaka. Akkurat. Maður kom heim, yes, í the play end credits, maður spóla tilbaka bara. Tók 5 mínútur. Já. Býð eftir því. Ræðilegt Hold your Wii for a Wii. Já, er þetta ekki hérna útvarpið þarna? Jú. Þetta var í Kaliforníu 2007. Þetta er sem sagt að tala um PlayStation Wii 12-una. En það útvarstöði helt samkeppni þar sem fólk hætti að drekka fullt af vatni án þess að pissa til að vinna þessar Nintendo Wii. Og já, það var kona sem dó úr vasseitrun eftir að hafa drukkið á mikið og ekkert pissað. Og já, og svo útvarstöðin var síðan dæmi til að greiða fjölskyldunni einhverja hellingspinninga í bætur eftir þetta. Og fenguðu ekki víð? Nei, örugglega ekki. Það bara, við ætlum að borga þeim pening en við ætlum ekki að gefa Já, nákvæmlega. En pældi, þegar þú vart sko komin í það mikla verki og þarft að pissa og ert ekki bara, þetta er hættulegt. Já. Og var engin læknir bara eitthvað. Þetta er stúpid hugmynd sko. Þetta er svo stúpid. Já, bara læknir eða löffræðingur eða eitthvað sem að bara, veistu, nei. Þetta er voða catchy titill, hold your Wii for a Wii, eitthvað. En, já, nei, þetta er ekki góð hugmynd. Hvort drekkur þú Pepsi eða Coke? Coke. Þú drekkur Coke? Ég er með Coke á borðinu fyrir hamaður. Coke er bara the shit. Já. Mér er alltaf, sko, ég get drukkið með Pepsi, en þú veist. Mér finnst Pepsi ógíslegt. Já.
fólk sem drekkur Pepsi eða Pepsi Max, sérstaklega Pepsi Max það svo mikið gerfi bragð af þessu ég drekk ekki góðstrykki Nei, ég drekk það mjög sjaldan en þú veist blik já, nei, miklu minna heldur en ég gerði ég drakk rosalega mikið af því sko. Þú fórst að sofa, fekkstu sopa vaknaður, fekkstu sopa já. Ég man eftir því þegar við vorum í dekkjavegstæri þá var það alveg bara ég veit það áður að fórst að sofa sko. það var náttúrulega fyrir tíma orkudrykkjana og svo leið sko. Þannig að þú veist, ég fæ mér orkudrykk á mótnana en svo ég bara drekkandi vatn og kaffi kannski Herri, sko markasetning, ég með eina sko íslenska Magic, mannst eftir Magic orkudrykknum, talandu það geggjaður drykkur á sinni tíma algjörlega hann bara réði öllum já. Líka bara, veist, bragðið gott og bara, ég held að ég hafi verið að þamba ég var svo háður þessu og eitt skiptið þá áður en ég fór að sofa þá var ég bara, ég verði að fá mér fór út í búð, geti Magic þambaði ég var að gera grinn þér að þamba eitthvað svona allavega, þetta gamla já. Ég er náttúrulega með ADHD og veist, það ekkert betra heldur en að þamba einhvern orkudrykk og sopna það geggjað sko. Flestir væri bara what the fuck allavega og þeir veist, meðan þeir voru sem hæðstir já. Þá breyttu þeir bragðinu nýtt bragð já, alveg rétt og komu og allir bara ói gjör eyðilöðu viðbjöðun sko. Þetta var ógeðslegt síðan voru þeir það er 90% lækkun í sölu skrítið gamla bragðið aftur þá vorum við búin að missa markaðin þá kom Nokko inn og allt þetta Red Bull og Red Bull kom inn og þá vorum við búin að missa þetta Hefur þið séð Magic dósir í dag? Nei, ég held ekki Það hætti þetta ekki bara veit það ekki Keypti þetta enginn Nei, þú veist, ef þetta í hillum þá allan horfið ég bara framhjá því sko. Þannig að ég man ekki eftir að sé þetta í heillangan tíma Nei, þetta alveg þetta með því bara allan að svona eftirminnustu mistökum hérna á Íslandi Já, hvað var það? Maður blanda alltaf Magic út í, hvað var það? Jager? Nei, í hvað heitir það? Það var Magic og Amaretto Já geggjað sko maður segir alltaf það var Burn Já, núna það Burn Já, maður segir alltaf hvaða drykkur það alltaf, var Jager í Burn, það ekki? Núna það Jager í Red Bull eða eitthvað Já, ég veit það, en maður, þú veist ég náttúrulega hef ekki farið á jammið í bænum í ansi mörg ár, en ég var ennþá segjandi bara Jager í Burn og þú veist, þó að Burn var ekki til lengur sko. Unga fólki bara What? Já Hvað er það Nei, og líka þetta einmitt svipa eins og nýja Coke gerði, New Coke Já. Þeir allir keppast við sæta bræðið af Pepsinu og þetta var hræðilegt Já. New Coke, þeir voru búin að fullkoma eitthvað Já. Áttmarkaðin Já, þeir áttu markaðin Já. og þetta Pepsi var eitthvað aðeins að hérna Já, gerðu það alveg sitt en þú veist, þeir voru aldrei með sko tennar það sem kóka með hælana sko. Nei, þanga til að gera New Coke og það stóð í svo stuttan tíma sem betur fyrr það voru sko mótmæli Já Give me my Coke back Nákvæmlega sko og þá komu þeir út með Classic Coke Já, akkurat Hversu margar milljónir þurfa að eyða í þetta rugl Ég veit það bara ekki laga eitthvað sem ekki brotið skilur eða bila Nei. Bara þetta alveg klassískt dæmi það sem minnum á því vorum að tala orkudrykki manst eftir HVV orkudrykknum sem fylgdi smokkur með Já manst eftir því Notarðu smokkina? Ábyggilega Svipinarlega Ég bara, maður það ekki en, Ég hefði aldrei þórað að nota þennan smokk Er það ekki? Eitthvað bara eitrað plast eitthvað, þetta var, pakkningin var ekki legit Nei, greinilega, eða þú veist, ábyggilega ekki sko en ég líka bara gerum orkudrykk og nefnum hann eftir mest skeri kynnsjúkdóm í heiminum þú veist það er bara fáralega góð hugmynd Við skulum gefa smokka með einmitt bara til að selja þá það voru geggjað advertising sko ég var í einhverju útilegu í taltjaldi
Já, Hann drekkandi vodka út í háfi vaff Bara Sko oi. Ég átti enga pening náttúrulega fekk taltjald frýtt út að Já, já. ég fekk símanúmerið þarna eða eitthvað Mitt síðan náttúrulega byrjaði að rigna og allt blautt Já, já Veist, hvaða fucking tjald hvað gefur tjald svona tjald Já, ég man eftir þessu svo líka, svo lítið að maður var í fósturstellinguna að þinni Mitt, þessu tjald fyrir kettlinga bara ekki sjens að geta notað hann að smokki í þessu tjaldi Ekki pláss fyrir fleiri neinn allavega Jú, kannski Nei, ég ætla ekki að segja Nei Það er þið vitið það Já, já Ég ætla ekki að segja Nei, það er Já, hérna Cyanide bókin Cyanide bókin Já, það var 1978 í good US of A hérna, good old US of A Já, þetta var sem sagt átt að vera sem sagt The Poor Man's James Bond Hæ? The Poor Man's James Bond sem sagt James Bond fyrir fátækagæjan fyrir fátækafólki Þannig að, Svona saga eða? nei Þetta var sem sagt auglýst sem fræðsluefni og var sem sagt með uppskriftur að heimagerðu eitri og sprengjum og hérna What? já, það voru nokkur döðsvöld sem voru rakin til þess að fólk notaði upplýsingarnar markað sem sjálfshjálp eða fræðsluefni Nei Jú, þetta var náttúrulega mannst eftir Anarchist Cookbook Já, já Ég átti hana líka Biblíana þín Já, já, nákvæmlega Ég náði að kaupa hana á Íslandi árum hún var bönnuð og tekin úr umferð hérna Já En hérna, já, veit ekki hvað var hana en já, ég kúkaði alveg upp eitthvað á henni, sko, á sínum tíma Drafbergendan en þú veist Ekki sem þú veist Nei Nei, ég var ofta að leika mér að búið til reyksprengjur og svona, það var mjög gaman Sko Strákur sem ég þekki Jaha Vinur míns sem var með mér í skóla Aha. það notaði einmitt svona reiksprengju hvað, hérna svarti pétur og salt Já. veist eitthvað svona Já, og það var hendi í garðaskóla og það varu nokkrar reiksprengjur þarna já, akkurat ég þekki hann mjög vel Akkurat, það var ekki ég En- ég segi ekki hver það er Nei, allir leif just say it man. já, akkurat Nei, ég ætla ekki að criminata Nei. Nei, alls ekki nei, hérna síðan er alltaf Google Glasses Já, varst þetta þeim? já Ég held að þetta er aldrei eftir að catcha hann, sko Nei, náttúrulega núna er komið Ray-Ban með veist, Já, með þetta, já og tæknin er hann miklu betri Já, hitt var ekki eins og gleru Mhm. þú veist með einhverjum fucking spöng já, yfir Andlitið já. augbrýtnunum og síðan einhvern pinkulítinn skjá og þú veist eitthvað já, þú veist Google, segðu mér eitthvað einmitt þetta var alveg hræðilegt Já, og það kostiði sko $1,500 akkurat og það var ekki eins og gler á þeim það voru ekki gleru Nei, nákvæmlega þetta var hálf spöng Já, hálf glerugna spöng einmitt með litlum kubbi framan á Já, þetta leit út Æ. bara svona eins og eitthvað úr sci-fi mynd frá 1980 eitthvað, sko, sem átt að gerast í framtíðinni og átt að vera geggja cool en, þetta var svolítið svona hvað segir maður þetta var svolítið weird Já, en ég spáði því í framtíðinni að veist, hérna, núna komu hérna stóru gleru hérna, hérna, já, Meta og Ray-Ban saman nei, hérna stóru hérna, Já, hérna bara kom út núna bara hvað í byrjun á hennu eða á senast svona VR dæmi já, meinarðu? VR gleru sem allir voru að lappa og það var bara Já, og ég held í framtíðinni munu þetta fara yfir í gleru já, tæknin verður þannig að þú getur bara breytt bara ég er hérna á hérna í lestinni eða eitthvað já, og síðan bara er að láta mig á hérna Everest Já. og þá ertu bara allir já, situru og ert sitjandi á Everest já ég held að þetta verður þannig Já, það getur verið, sko, jú, eins og segja nú er Meta og hérna
og er bara með nýkomið með út með gleraugum sem að mér persónulega finnst bara ekki flott sko. Nei. En mér finnst það ógeðslega allt og þykk umgjörðin og eitthvað svona, mér finnst það ekkert spes. Það með getur þú stjórna því með einhverjum litlum handarhreyfingum og eitthvað svona. Já. En þú þarft að vera með, já, ég mitt þessi akkurat handarhreyfingi. Skott að við erum ekki í mynd, já, akkurat. Það var hvaða handarhreyfingar þetta gera það við? Með opið munnin. Já. Og íbalasta. Nei. Já, nei, þetta, ég veit ekki já, en jú, þetta verður örugglega framtíðin einhvern tímann. Allavega fyrir suma. Já. Já, maður sjá Red Bull Extreme markasetning. Sem sagt, náttúrulega Red Bull gives you wings, gefur þér vængi og eitthvað og allt nættilega, þú veist, fullt af ógeðslega cool fallífastökkum og hjólabretta stönd og eitthvað svoleiðis sem það eru að nota í auglýsingar og Formúla 1 og ég veit ekki hvað. En þetta er bara verið að veita björgunarsveitum svolítið, gera þeim lífið erfitt út allan heim. Þegar þeir eru að bjarga fólki sem er að reyna að apa þetta eftir og ég reyndar, já, ég fann ekki neinn alvöru dæmi þetta en það hafa allan orðið banasleis í tengslum viðbörði sem fyrirtækið stóð eitthvað tímann fyrir. Var einhver að hoppa fram á hústæki og bíða eftir vængjunum? Til dæmis. Örugglega nóg af því fólki sko. Vængir út. Já, mitt. Nákvæmlega, nei, bara fólk að horfa á, þú veist, eitthvað svona Tony Hawk típur gera eitthvað, stökkva fram að, þú veist, mikla gljúfri og eitthvað á hjólabrettinu sínu og það bara, ég geti það líka og abba eftir bara, þannig að já, og það var eitthvað sem talaði sem sagt, drykkur þarf að sanna markaðssetningu með lífiðinu, þá er það kannski ekki frábært slagorð. Nei, það er ég er núna ilma ég mjög vel. Já, alltaf. Elska ylvött. Já. Perfum. Herru, hefur þið heyrt Harley Davidson ylvatnið? Nei, það er alveg ástæða fyrir því. Ok. Þetta er svo sígarettur og bensín eða? Mótorolja. Já, einmitt. Það var reyndar ógæðsla fucking fyrir. Jú. Harley Davidson reyndi að á undanlegan hátt að selja ylvatn og ylvatn fyrir konur. Bókstaflega besti markaðsóparinn aðdáendur vörumerkisins leituðu ekki eftir slíkum vörum og hugmyndin floppaði ekkert smá. Þeir eyddu sko einhverjum 200 milljónum í þetta að hanna flöskuna og markasetjana setjana markað og hvað heldurðu að bara, maður lappar einhverju konu hvaða ylvatn er þetta? Harley Davidson. Já, ég mitt. Ok, Olga. Já, akkurat. Það er svona Dykes on Bikes eitthvað. Ekki mitt. Ég bjóði þetta ekki til. Ég er í alvörunni lesbíhópur á hjólum sem kalla sig þetta, þannig að ég er ekki að gagnrýna neitt, ekki dreipa mig, come at me. Nei, við getum verið lesbíur, sko. Við getum það alveg. Allan að samkvæmt deginu við dag, þá getum við það. Akkurat. Við erum lesbíur núna. Já, og hana nú. Við erum cancelled á það. Já. Colgate kom út með svona frozen meals, svona frosna máltíðir. Colgate? Yep. Nei. Jú. Í alvöru? Já. Það dó enginn, skilurðu, en bara hver vill lasagna sem minnir mann á tannkrem og tannskóli eða eitthvað. But why? Ég veit það ekki. Þetta bara, þú veist, við erum með risastórt brand hérna, við getum örgulega að fara að selja eitthvað fleira og bara frosin matur, já, geggjað. Já, og breyta brandunni í B.O.D. Boobler and Dicks. What? Það veist, okkur ekki. Já, ok. Floppa hræðilega. Þetta er bara
what? Já. Nei, eins og þetta Colgate að fara yfir í einhvern og Harley Davidson og Já, að reyna að markasetja sig það sem þið eigið ekki heima besta dæmið náttúrulega Dylan Mulvaney já, trans manneskjan já. og að fara yfir í Bud Light Já. og allir sem drekka Bud Light í Bandaríkjunum eru í Suðuríkjunum Svona redneck sem skilja ekki þeir eru bara, Guð sagði kalla kona algjöru fáðar sko. Já. og skilja ekki neitt en að fara út í þetta og þeir bara 90% sala niður bara og TikTok, Instagram og Facebook og allt þetta var einhver guð með stóra jeppa sinn með ameríska fánan svona flaggandi að keyra yfir fullt af kössum af Bud Light svo hann keypti eða sko ef hann hefur átt allar þessa kassa raging alcoholic þú átt bara heilt bretti af Bud Light og hann var að keyra yfir þetta bara ég ætla ekki aldrei að drekka þetta aftur bara, ef hann myndi auglýsa kokteila búblur eða eitthvað svoleiðis geggjað geggjað, allir bara eitthvað svona frúti drikki og eitthvað ég er ekkert á mótunum mér finnst bara bjórinn ekki góður en ef hann væri fáður Prosecco ég var ok, geggjað ég til í það já, akkurat þetta er svo mikið skólabókardæmi bara know your audience sko. Já, og sama með Jaguarinn hann nýlega bara, við ætlum að vera með arty-farty auglýsingu já, Jaguar, nýtt logo arty-farty hvað er bíllinn? Nei, við þurfum ekki að sýna bílinn nei. Og þegar ég horfði á þessu auglýsingu þá myndi mig á auglýsinguna í Simpsons Mr. Plow manstu eftir því? Mr. Plow, that's my name, that name again is í Simpsons, þá gerður auglýsingu sem var arty-farty svona svart-hvít já, alveg rétt þetta er alveg eins það var ekkert sér bara kom, Mr. Plow já, ég mitt hvað var ég að horfa á? Simpsons predicted this algjör 100% ef þú horfur á þetta hlið við hlið þá ertu bara, hvað var ég að horfa á? Já, hvað er verið að auglýsa? Já, er þetta sjampóauglýsing? Þú veist, hvað er þetta? Já ég leitaði þetta uppi og bara sá Mr. Plow auglýsinguna og ég var bara, what, þetta er alveg eins Simpsons did it again Mér ámar í þetta en ég djúvill alltaf að leita þetta uppi þegar við erum búin núna í dag Já, þetta er bara fáránlega accurate En mér langaði að prófa að ég þá hvað spyrja ChatGPT er einhvern markaðsherferð Er ég með stórt tippi? Já, einmitt, svo tók ég mynd og hún hefur ekki talað um mig síðan búin að blokka mig Sagði hann ekki ég get ekki greint úr þessu hvað er þetta Já, okkur er þetta að senda mér myndir á barnatippum hún sagðist ekki tala um mig aftur Oh my lord sorry Jesus Anyway Moving on Já Let's never mention this again Ok En já, ég spurði þess að ChatGPT og mér langar bara að sjá hvað hún myndi segja varðandi svona. Ég spyr sem sagt, er einhver markaðsherferð tengd gervigreind sem hefur farið úrskeiðis? Og hún segir já, nýlega saga stendur upp úr sem gott dæmi markaðsstreymi gervigreind sem fyrir illa. Ég langar bara að sjá hvað gervigreindin myndi segja nýsefnaða gervigreindar auglýsingu. Já, sjálfu sig. Já. Þetta var sem sagt Friend og neðanjarðar sínan borðið í New York 2005. Það var einhver stofnun Friend sem að kynnti í stóra herferðin neðanjarðarlega sem New York borgar. Þau auglýstu AI-græjum sem hlustar á samtölu og hefur gefið svar, eins konar svona félagslegan gervigreindarpúls.
keiftu yfir 11.000 plakat í lestaskápum með fleiri sínuborða og borgar yfirborðsauglýsinga. Þetta samkvæmt frétt Business Insider. Vandamálið margir borgarbúar tóku til pennans og spraybrúsans og rústu auglýsingunum. Merkingar eins og AI ekki vinuðinn og tengsl í raunveruleikanum skipti máli skulli við borðin. Stofnunin bara stuð og kallaði aðtæði skemmtilegt og sagði sjá aukna umferð vefsíðu og sölu. Þannig að jafnvel þó markaðsæðurinn hafi verið lýðræðis sýndarlaus með grafíti og mótmælum voru áhörundur mjög virkir þó kannski ögraðir. En já, svo finnst ég eitthvað ég man ekki að hafa heyrt á þessu en já, það er allavega fullt af auglýsingum sem hafa bandað eðast út alla borg og það var allt saman eyðilagt með einhverju gerðindir ekki vinnuðinn og eitthvað. Þetta sko, það var eitthvað fyrirtæki sem var eitthvað svona samhjálp sem notaði AI til að gera logoðu sitt. Já. Og þá eru rauðumaður, gulumaður, blármaður svona, allir í hring og allir eiga að halda í hendina hvort öðrum. Já. En þeir halda ekki í hendina hverjum öðrum. Æ. Út af því að hendurnar svona overlap haldast í hendur staðan fyrir að halda í hendina þá halda þær í eitthvað svona þetta er mynd ofanfrá. Já, alveg rétt, já. Og þá þá halda þær í alveg að halda í tippið á bláamanninum og bláumaður heldur í tippið á rauðamann. Já, það var svona circle jerk. Já, þetta er svona akkurat circle jerk, já. Og líka bara, ég komið með þetta krakkar. Og allir bara geðveikt, bara Pétur Jöll ertu flottur Önnur, já takk maður, takk setjum þetta út okkur allir brjálæður samhjálp bla 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 circle jerk mitt fail sko. Það er 1900 og 92 var Crystal Pepsi að koma út á markaði sem var auglýst sem sko hreint og heilbrigt svona glært Pepsi en þetta var ekkert heilbrigt. Nei. Og þetta náttúrulega hætti innan 2 ára. Já, endist ekki 2 ár. Nei, þetta hreint. Já, bara því að það er glært og þá einhvern veginn platar það fólk. Hreint og heilbrigt, sigurmagnið alveg bara 70% sigur 10% cyanide. Þetta er svo fárálegt sko. Já, Heinz kom út með litríka tómatsósu sem sagt í kringum 2000 grænt og fjólublátt ketchup til dæmis. Hljómar rosa skemmtilega þá til að setja það á pilsunaðina eða hamburgaraðinn. Svona græn slikja. Já, einmitt. Ói. Já, þetta bara var eitthvað sem leit út og svo eitthvað eitur úr teiknuminn skilur þetta bara. Já, það endist ekki vel. Líka bara græn tómatsósa. Já. Þetta er ekki svona ég er náttúrulega bara ekki tómatsósu, mér finnst það ógeðslegt. Já. Þetta er eitt af því viðbjóðslegast í heiminum. Ég er kannski ekki alveg þar en þú veist, það eru flest alla sósur betri en það. Þú veist, ég myndi alveg ég fæ mér alveg ef ég fer á McDonald's og fæ mér þú veist, tilling. Já. Sorry. Jesus. It just came out. Sorry. Sorry. Nei, þú veist, það er sumstaðar ef ég þarf að borga fyrir koktelsósu. Mér finnst ég verið að segja alveg svo fyndið. Þú ert sprengklæðilegur. Out of the blue. Já. Nei, þú veist, það eru sumi staðir, hvað er ekki, American Style og eitthvað, sem þú ert að borga fyrir koktelsósuna en tómatsósun er frí. Já. Þú veist, þá fæ ég mér alveg tómatsósu. Þú veist, mér finnst það bara prinsipið að ég ekki fara að borga fyrir eina sósu þegar hinn sósan er frí, skilur. Mér finnst það bara stupid, þannig að þú veist, þá fæ ég mér alveg tómatsósu en ef það er báða fríar, þá myndi ég alltaf fá mér koktelsósu, skilur, eða brenninsósu eða eitthvað annað. Allan daginn, eða titling. Ég fekk franskar en það fylgdi engin titlingur með. Fucking sue you. Stundum bara, kemur eitthvað út mér sem, mér finnst fyndið og kannski
Ekki allir fyrir næst fyndið. Nei, Konur- mér finnst það velunlega fyndið. Já, kona mín er alltaf bara, nennir please. Já, Nennir please að hætta þessu. það er alveg svipað á mínu heimili. Eða, Já, það er alveg að horta á mig og svo bara ránkólta í honum bara. já, bara, Já, þú ert miðaldra. mitt. Bara eitthvað, já, and young and hard. Já, akkurat. Og greinilega á tippinu þín líka. Já. Sorry. Þetta er alveg ráð fyrir konur eða þeir að fá svona óumbeðnar tippamindir sendar til sín eða eitthvað að svara bara, þú veist, okkur er þetta að senda með mynda tipp Já, eða stelpur, barni, endilega, stelpur, gerir það. þú veist, ég kæra þig. Bara, já, nákvæmlega bara, nei, ég hef ekki áhuga á micropenis. Já, alveg sama hvernig hann er, þú veist, Já, þú já. bara, þú átt að rústa manninum, sko. Nema gauri bara vipi út tommustokki. Já, Það svariði, nei, þetta er AI. já, ég mitt. Espan í meira maður. Síðan segjum við alltaf myndirna og fara til lögregluna. Já, Já. Ég er náttúrulega á vinkonu sem að ég var með í grunnskóla sem að var með myndlistasýningu sem hún málaði alla teppamyndina sem henni hafa verið sendar og sett á listasýningu. Nei? Jú. Er mitt þarna? Já, Já. ég þekkti tattúið á hendina. Ég hef aldrei sendt svona. Nei. Ég treyst ekki internetinu eða fólk Já, bara yfir höfuð. já, ég hef alveg sent myndskerfi, það hafa alltaf verið. Ég hef sendt mér. Nei, þú Don't veist, piss off that women. já, nei, það var það til, þú veist, stelpur sem ég var í sambandi með eða eitthvað, þú veist, ég var ekki að senda bara eitthvað random númer í símaskráni minni eða eitthvað. Ef ég var eitthvað bara, hey Þórun, boing. Þórun væri bara, oi bara. Það er þetta mjög langt síðan þegar maður var í töluvert yngri, skilur við. Þetta var fyndi núna. Maður eitthvað, Já, svo miðaldra býtti, ég ætla að hita hann upp hérna í hálftíma. Svo sendi þetta. það var alveg svartkvítu þannig að gráu hárin sjáist ekki. Oh, we're old. Oh god. Hörru, Microsoft Zune. Veistu hvað það er? Hvað var það eftir? Sími eða eitthvað? Nei, Microsoft var að reyna að keppa við iPod með Zune. Já, MP3 spilara. Já. Já. Var þetta ekki í Guardians 3? Þegar hún fekk Zune? Já, alveg rétt. Já. Og veist, þetta var hann þetta var hann hafði klaufalegan hugbúnað. Það var það sem sko, þetta var bara, veist, þetta er flett yfir og þetta var bara fáránlegt meðan sko iPodin var bara play, næsti, play. Það var bara easy peasy á þeim tíma. En Súnið hefði, ef hann hefði komið með þetta aðeins seinna, þá hefði þetta, held ég, virkað. Fólk bara þekkti þetta ekki. Nei. Með einhvern skjá og skrollað og leita bara, what? Já. En Voru aðeins ahead of their time kannski með það. já veist, þetta var gert grín af þessu bara í mörg ár. Já. Og það bara floppaði á nanosegund. Já, minni mig á þetta er ekki sem að ég er með hér, en var það ekki Windows þegar þeir kom út með Windows Phone, heldur þeir jarðaför fyrir iPhone? Manst eftir þessu? Það rámar í Þú veist, þeir heldur actually, þú veist, þeir voru með svona rísa stóran iPhone sem var á starfi líkistu og Jú, ég man eftir og held á honum, allir svartir klæddir og eitthvað af því að þeir ætluðu sko aldeilis að jarða Apple með Windows símanum. Og hver á Windows síma í dag? Windows sími. Já, þú veist, Windows Phone. þeir hefðu alveg getað það ef þeir hefðu komið á markaðin 10 árum fyrr. Já. Þú veist, þeir voru bara alltaf seinir. Ég líka bara, þetta er ekki gott orð. Windows Phone. Nei, þú veist, ég man ekki hvort þeir voru alltaf að láta hann heita eitthvað 370X eða eitthvað, þú veist, ég veit það ekki. En já, nei, mér fannst það bara fyndið. Þetta er talandi síma, það var hérna Samsung Galaxy Note 7. Þeir alltaf þetta var nýji síminn, þvílík markasetning. Sér alltaf kvikni oh my god. Kapn á titlingnum. Hann er ekki nóg stór. Já, ok. Gag-reflexið ekki að virka þetta. Nei, það er bara svona var að reyna að svólum að svolefa.
Svo að löfa Já, það er náttúrulega Mr. Löfa Hvað kom þetta? Ég veit ekki Þeir náttúrulega voru að marka sér þetta ekkert smá mikið Já, síðan náttúrulega kveiknaði í rafluðinu út um allt já þurfti að endurkalla á alla mm. Hvað, innkallað var yfir 2,5 milljónir eintaka Já, og tapið var sko billion eða eitthvað Já, það kemur ekki óvart bara mannorðið og á fyrirtækinu og síðan þegar koma aftur með út að þið voru nei iPhone takk bara minnum á alla símbóðana sem að hvað var það ekki? Sprungu Ísraelsmenn voru að deila út Gæðveikt, þetta er bara svona James Bond shit Já, við erum ekki að styðja þú veist, hliða eða bíða þarna en bara, já, mér finnst þetta bara þetta var bíómynda James Bond, Jason Bourne taktik, sko Ég er með eitt í viðbót Já, ég er með hvað segja 70 Má sjá Já, ég er með eitthvað Leð mér að fletta þessu upp Nei, hérna, ég meður þetta að fletta upp Já Hérna, Ford Edsel Ég var akkurat með það, ég er svona líka ég var bara ekki með nóg mikið það en já, segðu mér Nei, þetta er náttúrulega frá 1957 til 1960 eyddi Ford yfir 250 milljónum dollara Já í að kynna Edsel Já náttúrulega bara, þetta er ekki svona flott nafn Edsel, Nei. Ford Edsel Fyrst ræði, já hann var kynntur sem sko byltingakendur bíl en var of dýr meina ég Já sko skringilega hannaður illa tímasettur Já og hann bara floppaði á ekkert smá mikinn hátt Já, það sem ég er með hann þetta er að hann var dýr, ljótur og svo illa hannaður að sumi heldur að grillið þess að frontgrillið framan á bílum væri bara brandari þetta væri bara eitthvað djók sko þau veist að trúðu þess ekki en Ford náttúrulega hefur klúðrað margoft sko þegar ég er náttúrulega ekki með þetta heldur en hérna Ford Pintoin sem náttúrulega frægur fyrir að springa alltaf í loft upp ef ykkur kerði aftan á hann Já, sem var það var alltaf verið Waynesworth bílum minni mig Já, og það var alltaf verið að gera grína því þegar eitthvað svona hægt nákvæmlega teiknumyndum og Simpsons og eitthvað það var vegna þess að bensíntankurinn var úr plasti minni mig eða eitthvað í alvöru við minnir það að þetta hafi verið eitthvað þannig og hérna og við slum hann að hörru, hvernig getum við létt hann hörru, ég með geð eitthvað akkurat plast og höfum hann hérna alveg aftast við stuðarann Shit, það er ennþá betri hugmynd Já, gerum þetta það er geggjað og veistu hvað lögfræðingarnar hjá Ford á þessum tíma þeir reiknuðu dæmið út og sáu það var í rauninni ódýrar fyrir fyrirtækið að borga bara fjölskyldum bætur þegar fólk dó heldur en að innkalla alla bílana og laga þetta þannig að þeir lifðu þess að vera bara í aðeins svo langan tíma ef ég man þetta rétt, ég er ekki með þetta hérna en þú veist, þetta er svona Já, var ekki að vera að referensa þetta í Fight Club þegar hann var hérna að vinna og fólk var að brenna inn í Já. Og hann eitthvað, já, hérna það var referensa eitthvað í svoleiðis Já, ok, það getur verið það er svona síðan sá þess þámyndi ég þarf að rifja hann upp, sko Já, þetta er uppáhaldsmyndina Dana Jú Horfa á kallmenn lemmi hvern annan Mjög sexy Svona sveita og Brad Pitt ber alveg á hann hálf sveittir og náttúrulega Jared Leto Daði elskar Jared Leto Já, ég veit það Hann elskar Jared Leto það mikið Hann talar ekkit annað Já og hann elskar hann það mikið Ég veit það Hann fekk vin sem er bara Já, klárlega Hann hefur bara farið í Eskimo og bara fengið að sjá allar myndir Eskimo mótel skrifstofuna og bara, ég vil fá þennan Það er að hlusta á þetta Brjál Ég get heyrt í honum og bara, Jesus kjáftæði Heyri í honum Já, ég er sko með hérna ekkert mikið sniðið í viðbóti með hérna Gap kom nýtt logo hann að fatabúðin Já
Já, fengjum svo mikið hatur fyrir það innan við viku vorum fórin aftur í gamla logoið. Já, það er sama með HBO Max. Já, Veist, það var HBO, já, síðan var HBO Max uh síðan breyttu þeir Max. já. Allir bara, what? Ég meina HBO Max aftur. Bara, wow. Akkurat. Bara breytum logoinu. Ég geggjuð hugmynd. Einmitt. Býtu, Var ég ekki með HBO? Hvað er fjandar með Max? Hvað er HBO? Hvað er ég að horfa á? nákvæmlega bara, veistu, þið eru svo, veist, svo retards. Já. Svo kannski eitt ég búið til mér er Tropicana ávaxta svona safar eða þannig. Já. 2009 breyttu sem sagt appelsínu pakningunni utanum appelsínu safan. Já. Breytti hann svo mikið og gerði svo óþekkjanlega að fólk fann ekki safan í búðum Ég er búin að heyra Og það er- þetta. það hrundi 20% á 2 mánuðum safan. Pældu í því. Fólk bara, hvar er appelsínu safinn? Já. Þetta er alveg, þetta er einstakt, Þetta er svona iconic. flaska. Já, Og breytti niður í einhvern svona hvíta með einni, veist, já, appelsínu eða eitthvað. mhm, Fólk bara lappa, hafði ekki hugmynd. já, kefti eitthvað annað í staðinn. Já. Þeir eru alveg, breytum við sátur. Já, undo. Henni. Er bara komnir í dag eða? Er það ekki bara? Jú, við erum búin að Skella okkur út í kuldann. ranta of mikið lílega markasetninga Já. og ekki markasetningar inn á milli. Já, afsakið það. Afsakið það. En fun quiz fyrir þá sem að var að hlusta. Teljiði endilega hversu oft titlingur kom fram í þessum þætti og láttu Drykkjuleikur. þetta er drykkjuleikur og endilega láttu okkur vita það Divi. Divi. Takk fyrir daginn. Takk í dag, bye